Hérna sem sagt munum fara fram 3 málstofur og svona af því að við erum nú að fara að renna saman við Kennaraháskólann eða Kennaraháskólinn saman við okkur í háskólanum. Þá er mér nú sérstaklega ánægja að hafa hann Meyvant hérna. Og Meyvant hefur látið sig námsmat varða bara mjög vel og lengi, ekki? Og ætlar að fjalla álitamál tengd námsmat í uppeldis- og kennaramenntun. Og ég eiginlega raun og veru bara, ef þú vilt að ég stjórna ykkur þá lætur mig vita því, annars bara læti því stjórna því sjálfu sem þú ert að gera. Já, það er best að ég byrja á að mala eitthvað og svo þarf þú taka við. Já. Er það ekki frágætt? Er ekki þetta hefðbundna fyrirkomuna? Já, ég hef starfað við Kennaraháskólann síðan 1996, kom þarna fyrst sem stundakennari í stærðfræðikennslu, en hef núna seinni ár verið á sviði námskrárfræði og námsmats. Tók þátt árið 2002 í könnun eða úttekt á námsmati við skólann ásamt einum 6 öðrum kennurum eða starfsmönnum. Og ég byggi töluvert á því hér ásamt einhverjum heimildum öðrum. Og ég ætla að láta ykkur hafa, láta það bara ganga hér, listan yfir heimildir. Og ég sé reyndar að hún Harpa hefur ljósrita glærunar ef þið viljið hafa það líka. Já. Svo sem... Og þetta er líkan haug. Já. Þetta er ekki eitthvað sem er ódauðlegt, þannig að það... Ég hugsa það bara. Þetta er vel prófað því. Þetta er glærur, séu. Og hvað segir Guðrún? Er það ekki einhverja 30 mínútur eða svo? Cirka? Ég ætla kannski að reyna þessu að þú hefur tíma til klukkan 15 og það er inn í 10 umræðu. Já, einmitt. Já, ætlum ég bara að skauta af stað. Fyrsta lagi þá ætlum ég aðeins að, tengja við það sem hann Chris var að segja áðan, að vissulega hefur námsmat töluvert mikil áhrif á það sem við gerum í skólastarfi, bæði á nám og kennslu. Og Derek nokkur Roundtree sem ég vitnaði mitt í þarna, að hann hefur notað þessa samlíkingu með hundinn og skottið eða hundinn og rófuna. Þetta er einhver gömul skrýtla sem er einhvern veginn á þessa leið að af hverju sveiflar hundur rófunni af því að hundurinn er skarpari en skottið er svarið. En ef skottið væri skarpara þá myndi það dilla hundinum. Og það er tilþekkt kvikmynd til dæmis sem að nota þetta, eða sem er titillinn heitir Wag the Dog í þeirri kvikmynd og þetta hefur verið notað sem samlíkingi í margs konar samhengi skilst mér, til dæmis að hundurinn geti verið almenningsálitið og skottið fjölmiðlar. En þarna segir Derek Roundtree sem sagt að námsmati geti verið sem sagt skottið sem dillar mennta hundinum. Og eins og Chris var að segja áðan, röst að það skiptir máli hvernig það sveiflar þessum mennta hundi. Hvernig gerist þetta? Það er að segja ef við viðurkennum að námsmatið stýri. Og það er þekkt úr rannsóknum að námsmat getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif og ég held að hann hafi komið svolítið inn á það en Chris Wurst. Við vorum reyndar á námskeiði hjá hann í morgun nokkur, þannig að ég er kannski að rugla saman hvað hann sagði þar og svo hérna áðan. En það er þekkt náttúrulega til dæmis þessi neikvæðu áhrif sem getur kallað svo, á bæði nemendur og kennara, eða ég var að segja annarlega áhrif, þar sem nemendur og kennarar og jafnvel fleiri þarf að beita ráðum til þess að laga myndina eða niðurstöðuna í námsmati. Og þetta Lake Wobegon, ég veit ekki hvort einhverju kannast við þessa dæmisögu, smábæ í Minnesota í Bandaríkjunum, sem að sagan segir að allt hafi verið svo fullkomið, allir voru fullkomnari heldur en annar staðar og meðal annars að nemendur í skólunum höfðu alltaf hærri einkunnir heldur en annar staðar. Og þetta hefur stundum verið notað sem vísun í þessi áhrif þegar fólk er að bregðast þannig við að það vilji laga niðurstöðuna sína eða ímyndina sína.
og þá er talað Lake-Wobegon effekt. Og svo þekkjum við náttúrulega þennan fræga hugverkaþjófnað í námsmati sem orðið töluvert vandamál á háskólastigi og ég mér svolítið til að þetta þekkist upp í kennaraháskóla heilmikið. Það er að segja hvernig tekur maður á því þegar nemendur sækja sér hugmyndir annarra og nýta sér þær í verkefnum, ýmist með beinni tilvitnun án þess að getum tilvitnun eða þá með einhvers konar tilfærslum og lagfæringum. Og ég bendi ykkur á athyglisverða grein eftir Hrafn Sveinbjarnarson þennan plagiarisma í blaðinu Sæmundur sem að námsmenn erlendis gefa út í listanum. Hins vegar þá sýndi Chris Röst svolítið fram á það hérna í morgun og áðan að auðvitað getum við nýtt okkur námsmatið á jákvæðan hátt, til dæmis með sjálfsmati, þátttöku nemenda eins og hann ýjaði að hérna áðan. Og í morgun fór hann svolítið yfir og vísaði í rannsóknir svona stuttar kannanir sem nýttust ótrúlega vel, hvað þetta varðar. Það sem að kallaði quizzes. En ég kalla þetta eitt af álitamálunum vegna þess að það er spurningin hvernig, kennarahópur, eða þeir sem eiga hlutamáli, vinna saman að því að nýta sér námsmatið til þess að bæta nám og kennslu. Það sem ég byggja á sem sagt hér er netgrein eða vefgrein eftir Derek Rountree sem heitir Design and Assessment System og þarna er hann að skrifa fyrst og fremst hönnun námsmats á háskólastigi. Og síðan þessari könnun sem ég nefndi eða úttekt frá 2002 við Kennaraháskólann og svo nokkrum skrifum öðrum eins og við sjáum hérna í listanum. Rountree varpar hérna fram nokkrum lykilspurningum eins og hann kallar svo. Hann reyndar fremur hæversku þegar hann segir you may need to consider the questions set out below. En meira að segja setur hann fram þessa spurningu hvað er námsmat? Það er að segja að fólk þurfi svolítið að tala saman um það hvað er námsmat. Og auðvitað getur þetta haft svolítið óljósa merkingu í huga margra. Til dæmis erum við að tala um mat á verkum nemenda, erum við að tala um mat á nemendum sjálfum, hegðun þeirra, vinnu og framistöðu eða einhverju blönd á þessu, einhverju allt öðru jafnvel. Til hvers ættum við að vera að meta, tilgangurinn sem sagt, hvað ættum við að meta, hvað gætum við metið og hverjir ættu að meta, Chris Röst kom svolítið inn á þetta, hvernig getum við virkjað fleiri en kennarann í að meta og mér fannst hann nefna mörg dæmi, því miður þá hefði ég viljað fá þennan fyrirlestur hans sem var hérna fyrir hádegi líka, eftir hádegi. Það var það margt áhugavert einmitt í þessu sambandi sem hann nefndi. Þegar við tölum um aðferðirnar, hvernig gætum við metið, þá erum við náttúrulega að tala um bæði, jafnt hvenær, hve oft, hvar og með hvaða aðferðum og tækjum. Og hann var líka, eins og ég segi hér í morgun, Guðjón Geirs verður bara að endurtaka þetta einhvern tíma við gott tækifæri og sýna til dæmis þessar græjur sem hann sýndi okkur í morgun, eins og matslista og checklista og fleira. Þessi tæki, matstæki og svo loks hvað hyggjumst við gera með niðurstöðurnar og hvernig nýtum við þær. Derek Rountree segir líka að það er ekki nóg að svara bara einni spurningu þarna, þetta hangir allt saman leið við svörum einni spurningu, þá erum við í rauninni að svara hinum spurningunum með nokkru marki líka. Og hann líkir þessu meira að segja við, hvað heitir þetta, juggler hérna, sem að kasta upp einhverjum diskum eða kúlum eða boltum. Þessar spurningar eru þannig að þú ert með eina hérna og svara henni, þá ertu leið að eiga við hinnar líka. Eða svara hinnar líka. Og þar að auki náttúrulega eins og við vitum, þá er ekki kennari einn í þessu að svara þessum spurningum heldur hangir þetta saman við heita skipulag í stofnuninni, námskeiðslýsingar, samstarfsfólk og meira að segja alla sem hagsmunir eiga að gæta strangt til tekið, nemendur líka. Þessi könnun frá 2002 til 2003 við Kennaraháskólann, henni var ætlað að gefa heildarmynd af námsmati við skólann á þessum tíma
og þar var sjónvarpsins beint að verkefnum og prófum og þið sjáu ég nefni inn í sviði þetta skrifleg, verkleg, munnleg og heimapróf. Þetta voru þau próf sem tíðkuðust, auðvitað langmest á skriflegum prófum og það var einnig hugað að sýn nemenda, laði spurningarlisti fyrir nemendur námsmat og meðal annars þetta samhengi eða hvað kallaði það, constructive alignment, hann Chris Rust. Og það var svolítið athyglisverð niðurstaða einmitt það þarna. Við förum ekki, ég ætla ekki að fara mikið í niðurstöðunar, enda færi þá allir tíminn í það. Ég frekar að velta upp hér spurningum og álitamálum sem tengjast þessu eða sem vöknuðu, réttara sagt, í kjölfar úttektarinnar. En það alltaf að líta svona á nokkrar megin niðurstöður. Við sáum að það var tvenns konar snið námsmats á þessum tíma við Kennaraháskólann. Það var blandað af verkefnum og prófum, þar sem prófin höfðu reyndar yfirleitt meira vægi. Og svo voru námskeið, fjölmörg námskeið, það sem var byggt eingöngu á verkefnum. Þessi hóp- og einstaklingsverkefnum. Og hóp- og einstaklingsverkefni virtust vera svona nokkuð jafnt, þar að segja jafn mikið af einstaklingsverkefnum og hópverkefnum. Eins og ég sagði tvenns konar próf fyrirkomulag. Svo voru próf sýniskoðuð og þrátt fyrir að við getum séð náttúrulega mikla fjölbreytni og við erum að tala það við nemendur við skólann í námskeiðum námskrárfræði námsmat, að við getum verið með mikla fjölbreytni í prófagerð, í gerð prófa og prófatriða. Þá, ég getum sagt mér svo að það vanti þar inn í prófin hjá mörgum kennurum það sem maður er að boða meðal nemenda, það sem mætti hafa inni. Til dæmis mismunandi gerðir fjölvalspurninga, ekki bara krossaspurningar. Og ýmiss konar opnar spurningar, allt frá því að vera þröngt, lokaðar spurningar yfir það að vera mjög skapandi og ritunarverkefni. Mér fannst margt athyglisvert varðandi heimapróf og þetta hefur verið heilmikill höfuðverkur og mikið talað gildi heimaprófa og áreiðanleika og réttmæti og allt það. Þið sjáið þarna að það er töluvert mikið notað af heimaprófum. 60% þessara útskriftarnemenda sem var rætt við höfðu þreytt heimapróf í einhverjum mæli og þið sjáið að gallarnir sem eru nefndir eru þó nokkuð fleiri heldur en kostirnir. En það er ekki þar með sagt að fólk sé að hverfa frá þessu, það er einhverjir að nota þetta en þó ég heyri það í Háskóla Íslands fólk að nota þetta með þessi heimspeki og víðar. En allsstaðar heyrir maður svona nokkurn veginn sömu áhyggjurnar eins og þarna. Úrlausnir geta verið óskipulega framsettar. Sumum finnst þetta að gera minni kröfur til nemenda og svo náttúrulega eitt sem er skylt því sem ég var að tala áðan, varðandi hugverka þjófnað, að það sést í heimaprófum að nemendur eru hreinlega að sækja sér efni bara beint með copy-paste og setja það inn í verkefni. Og hann kom svolítið inn á hann Chris Rust í námsmati, þá þekkist það að bara margir nemendur, fullorðið fólk þess vegna, er að gera þetta á síðustu stundu, þó svo að hafi drjúgan tíma. Með verkefni, heimapróf, ýmislegt annað og líka náttúrulega undirbúning fyrir skrifleg próf. Jú, endilega, komment. Það er kannski ekki að þetta heimapróf, oft er einu sem samverjast með aðferðunum að þau ekki tekið í skólanum, en þau er rosalega mikið breytt í hvað fólk sem fellur undir þetta hugtak. Já. Mismunandi er mikið struktúrera og... Hver er munurinn á þessu verkefni? Það er ekki að kasta búið til flokk sem heitir heimapróf, alveg sem er ekki búið til flokk sem heitir skrifleg próf og þá sé það alltaf eins. Nei, einmitt. Það er alltaf jafn mismunandi eins og... En samt, þegar við tökum skrifleg próf hérna í háskólanum, þá verður við 3 tímar, einhverjum ákvæmstað, einhverjum prófbók, það er einhverjum svona rammar sem er eins og verkefnið skipa langstærstan sess þarna í öllu námsmati sem grunnur í námsmati, verkefnin sjálf. Og það kannski er það helsta vandamáli sem við rákum okkur á þarna var það að það er ekkert samræmi og engin viðmið það hvernig kennarar kynna
hvernig verkefni verða lögð fyrir, hvað það í verkefnum sem lagt til grundvallar í námsmati, eitthvað viðmið til dæmis það. Og fyrir kemur að í námskeiðslýsingu kemur fram skýr lýsing á verkefni en svo tekur það breytingum, kannski í samráði við nemendur. Bæði varðandi vægi og fyrirkomulag. Og takið eftir að það töluvert hlutfall útskriftarnema sem telur að hópverkefni hafi of mikið vægi. Nei, þetta var spurningalisti bara svona sem var fyrir. Já. Jú, svo alveg frá ýmis konar svoleiðis vandið ræddur í þessu samhengi og nemendur sjálfir meira sér hafa sína skoðun á þessu. Það einhverjir kennarar sem hefur verið að prófa að hafa svona einhvers konar skýrslugerð þátt allra í verkefni, við vinnu í verkefninu. Ég held að það hefur gefist bara þokkalega vel. Það sem það hefur verið prófað. Með einhvers konar svona samvinnu, cooperative learning fyrirkomulag. Og það má ekki gleyma því að við þennan skóla mjög fjölþætt og margbreytilegt nám. Þarna eru leikskóla og grunnskólakennarafræði, það íþróttanám, íþróttafræði, þroskaþjálfarfræði, tómstund- og félagsmálafræði og svo kennsluréttindanám. Og náttúrulega eins og við vitum þá tvinnast þarna saman, annars vegar tengsl við starfsvettvang og hins vegar fræðilegt nám. Og ég bara nefni þarna einhver fáein dæmi úr markmiðum, bara til að fá svona hugmynd þetta, hvað við að leggja áherslu á að nemendur þjálfist í og temji sér í þessu námi. Og einhvers staðar kom fram í kennsluskrá sem stendur ekki lengur að í kennaranámi eða í þessu námi við Kennaraháskóla Íslands, uppbyldis og kennaranámi, þá tvinnast saman bókvit, verkvit og siðvit. Námsmatið, hvers konar námsmat þá í slíkri stofnun. Þetta líka byggt á náms- og kennsluskránni. Eins og víðast annars staðar þá talað þennan tvenns konar tilgang, að styðja við námið, örva til frekara náms, annars vegar og svo hins vegar að votta námsárangur. Og við Kennaraháskólanum gildir svo regla að það lágmarkseinkunn 5 í prófum og lágmarkseinkunn 5 í verkefnum hvoru sig. Og matið byggja á traustum og fjölþættum gögnum. Þetta nánast orðrétt beint upp úr kennsluskránni. Og ég tók nú bara svona til að varpa enn betra ljósi á þetta myndir. Í fyrsta lagi þá kannistu við Freyju Haraldsdóttur sem nemi við Kennaraháskólann og þroskaþjálfarfræði. Og eins og þið kannist við þá ábyggilega flest að hún þá mikið líkamlega fötluð en hefur mikinn metnað og skýra hugsun og sendir frá sér þvílíkt athyglisverð verkefni, fyrirlestra, kennsluprógrömm. Hún að gefa út bækling til dæmis núna samstarf fatlaðra og kennara eða þeirra sem starfa í skólum og heldur námskeið það. Hún fer í framhaldsskóla og kynnir hvernig það að lifa með fötlun. Þannig að þarna ég bregði þessu upp aðallega til þess að undirstrika að það eru einstaklingar í námi við Kennaraháskólann sem að kannski, ef við förum að horfa á annars vegar megindlegt og hins vegar eiginlegt nám, þá ættum við kannski að horfa meira á eiginlegt námsmat, segir mat á námi í þeirra tilvikum. Þessi reyndar Reynir Harðarson ekki nemandi við Kennaraháskólann, en mér finnst hann vera svona típa sem endurspeglar marga sem þar eru í námi. Þarna eru einstaklingar sem hafa kannski ekki mjög merkilega námsferil að baki eða afreksferil í námi, en eru búa hins vegar yfir heilmiklum hæfileikum, athyglisverðum hæfileikum, eins og þessi Reynir Harðarson sem starfaði hjá þessu fyrirtæki CCP sem stjórnar EVE Online. Og forstjóri fyrirtækisins sagði í kynningu einhvern tímann að hans æðsta prófgráða væri ökupróf. Og það kannski sjálfur sér ekkert svona kannski merkilegt, en það sem merkilegt kannski við Reynir Harðarson að hann starfar við hliðina á hálærðum stærðfræðingum
eðlisfræðingum, tölvunarfræðingum og fleirum og reyndar viðskiptafræðingum líka sem að móta þennan leik og að sögn þá stendur hann sig ekkert síður en þeir í ýmsum lausnum. Auðvitað hefur hann ekki þennan fræðilega grunn sem þeir hafa. En ég held ég fram að í kennaranámi, inn í kennaranám, komi margir svona einstaklingar. Og svo höfum við náttúrulega hitt svona við síðast en ekki síst að það einhvers konar tilhneiging að fella alla undir sömu mælistíku. Það sem ég að reyna að segja hér að þetta nám þess eðlis að það kallar bæði á eiginlegt og megindlegt mat. Og ég held að ég geti fullyrt að við fengjum aldrei kennara við þennan skóla til þess að vilja sleppa hendinni af hvorum sig. Það hangir saman, vinnur saman. Og að því var nú, ég held að við minnst á Blooms flokkunarkerfi hérna aðeins hérna Röst. Við getum sagt sem svo, þessi 3 svið hjá Benjamin Bloom og félögum, það að segja þetta viðþorfasvið, leikn og færni og hérna vitsmunasviði, cognitive domain. Við erum í rauninni að snerta við öllu þessu í mismiklu mæli eftir hvers konar námskeiðir að ræða, hvers konar nám að ræða og svo held ég því fram að við getum þess að tekið inn í myndina ýmislegt ófyrirséð í fari nefnda sem jafnvel sín ekki fyrir ná vettvangi. Koma bara út í æfkennslu þess vegna. Nú, ég svo sem alltaf ekki að staldra lengi við þetta en við skulum bara hafa það í huga að það talandi réttmæti og það að dekka allt sem skiptir máli öll markmið og allt það sem á að stefna að. Þá sjáum við alveg hvaða vandamál við glímum við. Það verið að meta náttúrulega kunnáttu og þekkingu og allt það og skilning, fræðileg vinnubrögð og læsi á rannsóknir og allt það. En það ýmislegt annað líka, tengt þessum starfsvettvangi og samskiptum sem kemur inn í myndina í matinu í uppeldis- og kennaramenntun. Og aðeins bara að lokum þá ætla ég að nefna nokkur svona álitamála spurningar sem að Derek Roundtree kallar þetta conflicting positions og segir reyndar svo aftur og eins og fleiri á benda á að það spurningin hvað við viljum að hafa þetta mikið conflicting, hvað á þetta þurfa að stangast mikið á. Og það náttúrulega þetta með menntahundinn og skottið sem við nefndum áðan, hvað á námsmatið að stýra miklu og hvernig viljum við láta það stýra, getum við haft einhver áhrif á það, hvernig það stýrir námi og kennslu og gerðum okkar og nemenda. Og ég þeirra skoðunar að þetta sé mál sem þurfi að setjast niður og ræða þegar við skipuleggjum svona námsmatskerfi eins og hann kallar Derek Roundtree Designing an Assessment System. Hvernig viljum við hafa þetta? Hversu langt má ganga í að gæta samhengis milli markmiða, þetta constructive alignment eins og hann kallaði þarna áðan. Sumir eru þessar skoðunar, það eigi bara að vera skýrt samhengi frá markmiðum yfir í það hvað metið og allt þar á milli. En svo eru til kennarar, að minnst við Kennaraháskólann og víðar, sem segja það gerist ýmislegt í námsferlinu sem á að gefa okkur svigrúm til þess að breyta einhverju, jafnvel breyta námsmati. En það spurning hvað þetta svigrúm á að vera mikið. Og þessi stóra spurning, hvenær eru matsgögn eða matið nægilega fjölþætt? Við erum að tala þar náttúrulega þetta réttmæti sem hann nefndi. Hvenær teljum okkur vera að dekka allt sem skiptir máli í matinu? Það er að falla á tímagörunum. Og þetta leiðsagnarmat eða formative assessment og summative assessment sem var rætt svolítið í morgun, mér fannst hann ekki koma mikið inn á það, en ég held að þetta séu lykilhugtök í námsmati sem við verðum alltaf að hafa inn í myndinni. Við rákum okkur á það í könnuninni 2002 og líka í umræðu á missirisþingi í kjölfarið að þetta er að þvælast fyrir fólki.
og hann, Chris Röst, nefndi dæmi verkefni, ritunarverkefni sem grundvöll í námsmati. Hvort viljum við leggja fyrir 2 ólík verkefni sem grundvöll námsmats, þar sem það kemur einhvern svona komment og feedback frá kennara, eða viljum við hafa sama verkefni sem eru fyrst gerð drög að og síðan skila nemandi draugunum, fær sögn eða feedback verkefnið, vinnur það svo betur og útfærir og skilar því svo loks sem loka afurð. Og við höfum dæmi þetta upp í Kennaraháskóla og ég held að ég hef rekið mig á það að fólk svolítið að togast á þetta. Sko. Ef einn kennari gerir þetta, að leyfa nemendum að skila verkefnum, laga þau svo niður við athugasemdir og svo að fá eitthvað svona lokamatt á þetta, aðrir gera þetta ekki, þá spurningin hvers konar conflicting positions eru í gangi þarna. Ekki endilega reyndar. Ég veit það til og með inn á kjörsviðum eða í valgreinum, þá hafa kennarar gert þetta, að vera með svona leiðsagnarmat á leiðinni og svo lokamat eftir að búið að laga. En það eru aðrir sem hafa látað skila á ákveðnum tíma, skiljiði, og gefa bara einhvern og svo engin miskunn frá því, ekkert gefið. Og hann reyndar sagði í morgun, Chris, hann sagði, hvað gerum við þegar við skrifum einhverja ritgerð eða grein eða eitthvað? Við skilum ekki áður en við fáum eitthvað tómt á. Við látum lesa yfir. Ég veit ekki hvað þið segir. Finnst þú þetta hægt að líka þessu saman? Hver konflikt? Já, þá getur það verið. Eða sem gerða svo mikið verkefni, hann bara nefnir. Já, eigum við að gefa nefndum. Ég sagði sko, ég er að meina, myndum við líka á þessu konflikt að gefa nefndum mismunandi skilaboð. Einn kennari þetta veit ekki kerfið í skólann eða ekki. Eða í námsmat. Nei. Nefandi í námskeið sem námskeið, kennarar notar þessa aðferð. Já. Ég notar hina sem gerir bara útlýninglokki. Og nefandi fær 9 í fyrra námskeiðinu og steggsvíkinu. Já. Þá myndi ég segja að það var þess að kennarinn fór yfir ritgerðina hjá okkur, bent á hann virka að laga það. Svo laga hann þá þetta nefandi að breyta. Er ekki þetta sem það svona þarna sem að sko. Já, það lítur náttúrulega, kennari sem er með leiðsagnarmat, hann gerir öðruvísi kröfur, hann lítur að hafa annan standard heldur svo sem hann notar bara lokamat, sko, notar eitt verkefni til lokamat, þannig að það þarf ekki að vera ósamræmi eða. Nei, ég bara spyrja, er ekki þarna sem að framleiðslu er? Gæti orðið það, en Jú, gæti fallist í þessu. Það gæti verið. Þú segja í námskeiðinu að svo fær leiðsagnarmati að þú fáir meiri stuðning í þínu námi. Það getur kannski verið illa. Námskeiðin gætu verið það ólík líka að það er ekkert að líka á þessu óeðlilega. Líka að maður notar svona leiðsagnarmat, ég gerði tölvægt mjög margir mann og það svona fyrir skil og síðan loka skil. Já. Og eða þá fyrstu skilstuna þegar ég losla vel yfir eða bara langt næstu, gerir ég það meiri kröfur fyrir. Já. Það sé í lagi. Og líka, einhvern skipta hlutur hversu vel fórum við eftir. Finnst þeim hversu vel unnum úr. En lokaritgerðinni, það ekki dæmi til þess svona? Jú. Þess að hafa leiðsagnarkennari í lokaritgerði ef hann leysir. Það er náttúrulega mjög sterkt dæmi þetta. Það náttúrulega kennarinn að meta sjálfan sig í rauninni í lokin líka, sko. Já. Kennarinn skrifar eitthvað við nemandann, hann svindlar. Þetta getur náttúrulega gerst óvart, er það ekki? Að kennari gangi á langt í því, er það ekki hugsanlegt, eða hvað? Það er ekki hægt að svindla öllum prófum og öllum námsmati og öllu. Það myndir auðvitað svo að kennarinn sé meðvitað að þessu er. Já. Það geti farið út í það að kennarinn sé farin að það útgitt sjálfur í upptöku. Skemmtum auðvitað
kemur kannski oft fram, kannski ekki mikið í verkefnum og slíka, en í meistaraverkefnum þar sem þú ert að leggja þig fram til mats, ytri matsmanna. Það getur verið að kenna einhverju að leika dómun á nemenda sem hann er að leika, síðan leika dómun á hans eigin leiðsögn. Það getur plötu til því, Já, mér finnst þetta, en það sem er svo gott að hafa einhvern að starfa á lokaverkefnum, við kennum ekki svona hlutu til. Skipt sér að baka auðvitað að það var átt að kenna það sem hlutum baka fólkum. Kennar það ekki senda að vita út, en það sé vissum. Það er gert, við það sem að kenna það. En sko, það er gert í sumum skólum og deildum sem ég er frá húsið það er gert að fá allt. Já, en stundum bara hægt að geta það ekki. Ég veit ekki hvernig dreifing einhverna er hér í deildum, sko, en hún er afskaplega lítil í hafa meðal einhverna. Þetta er að vera komið. Í könnunni 2002 þá rákum okkur á það að stöðugleiki og skilleiki upplýsinga var mikill og ég held að þetta gerist nú víða. Og þegar ég segi stöðugleiki þá er það sem ég nefndi áðan hérna að það er eitthvað gefið upp í námskeiðslýsingu eða í náms- og kennsluskrá sem tekur svo breytingum með eitthvað stórleginu. Það er ekki mikið þetta, það var eitthvað þetta. Og svo kom það fram í svörum nemenda að þeim fannst oft upplýsingar til dæmis verkefnin og reynda bara námsmatið í heild, oft ekki nógu skýrar upplýsingar. Nú varðandi prófin, ég skaut nú inn hérna því sem er í umræðunni núna til dæmis í grunnskólum og reyndar víðar framhaldsskólum. Það er þessi próf og gildi þeirra. Ég held að fjölbreytni í prófatriðum geti verið mun meiri heldur við þekkjum hér. Og við ræddum hérna í morgun aðeins, ég heyrði í fólki í tannlæknadeild og sjúkraþjálfun og fleirum. Það er greinlegt á fólki að það er svolítið fast í einhverju fari varðandi prófagerðina. Það er hægt að búa til meiri sveigjanleika virðist vera heldur en raunin er. Og svo náttúrulega ef maður vill vera svolítið djarfur og ganga svolítið langt, þá er hægt að fara út í alls kyns prófagerðar öðru tagi eins og nemendur til dæmis kölluðu svolítið á munnleg próf og ég heyrði lýsingu því daginn til dæmis upp í Háskólanum í Reykjavík og þar var kennari sem var með verkefni og svo munnlegt próf eða eins konar viðtal við nemendur og eftir. Það gekk saman sem sagt. Ég held að það gagnist vel. Og svo er þessi parapróf og hóppróf. Það var spurning gildi þess að láta nemendur vinna saman að því leysa próf. Það voru aftur farin að tala um leiðsagnamat og lokamat kannski. Já, svona stuðning við námið. Og svo eru svokölluð svindspróf þar sem nemendur undirbúa sig áður en koma í skriflegt próf og hafa með sér það sem er undirbúið. Þetta er eitthvað prófað í grunnskólanum og rökstutt á með þessu. Að það nemendur sé að læra í leiðinni. Og mat á lokaverkefnum og öðrum heilstæði verkefnum sem vorum að tala um áðan hérna. Þar kennir ýmis að grasa og fólk hefur verið að leita svona viðmiðum og í náms- og kennsluskráningu í Kennaraháskóla er gefið upp svona rúbrik eða svona kafla með viðmiðum sem margir nota. Svo hafa kennarar verið að prófa þetta hver fyrir sig. En þarna gæti verið spurning hversu mikið á að samræma svona hluti. Plagiarismi, við skulum ekki ræða meira hann, eða þessi hugverka vandamál. En ég sé í skrifum námsmat, sérstaklega á háskólastigi, að þetta er orðið stórt efni í umfjöllunum námsmat þar og þeim vandamálum sem fólk rekur sig á. Og viðmiðin náttúrulega eru alltaf líka svolítið próblem, það er að segja hvað á að hafa skýr viðmið. Þannig að þetta sé svona áræðanlegt allt saman. Og svo loks þetta rauntengt námsmat og ég ætla bara að nefna í samtíð við kennaranámið, eða uppeldis- og kennaranámið. Þar erum við kannski mest að glíma við þetta starf á vettvangi eða að meta frammistöðu nemenda í starfi eða úti á vettvangi. Og nú er verið að auka töluvert þennan þátt í kennaranámi og þá er stóra spurningin hvernig er þetta metið. Það er orðið miklu svona
verður áþreifanlegra til dæmis í einingatalningu, talningu þreyttra eininga ef ég skil þróunina rétt. Og þetta náttúrulega á ekki bara við kennslu, það eru fleiri náttúrulega, það er þroskaþjálfun, fleiri tómstundafræði líka. Og tíminn verður búinn á og enda er í akkúrat að enda. Já, en rétt með áræðanleika, það er kannski bara spurningin. Auðvitað er þetta lykil atriði, þetta er námsmati, en það gætu komið upp aðstæður þar sem er spurning hversu mikið á að gæta rétt með áræðanleika. Og einhvern og dreifingu þeirra, það er ákveðingur á þessari könnun, að það er stórt mál. Á þetta að vera ólíkt eftir menntastofnunum eða deildum eða fræðasviðum, hversu mikið einhvernir er að dreifast. Þetta er bara spurning. Já, Þetta hafið bara hjá ykkur og svo bara, þetta gaman síðan og stundum brugðið þessu upp hérna frá Paul Dresser frá 1957. Þetta er svona bara til að hugsa námsmat, orðið námsmat er til dæmis í íslensku ekkert þekkt fyrir kringum 1970. Það var talað um einkunnagjöf áður og það er spurningin, hvað er þessi einkunnagjöf? Þessi Dresser varpaði þarna fram spurningu þar sem fólk var beðið með að hugsa það, hversu mikil nákvæmni og áreiðanleiki er einkunnagjöf. En hérna stoppa ég. Takk fyrir. Gleistandi þegar maður sjálfur er næstur, þá bæði get ég ekki alveg að stoppa hann til að segja, má ég koma næst? Já, En svo var líka svona ágætt að, en þetta sé að það er einhver einn spurning að, einu og hálf spurning um Eva. Það er ekki þú segir hérna á glæri nr. 6 að þá eru 77% af ýmsum brautum, mesturinn stuttar ritgerðarspurningar og nokkuð lengri ritgerðarspurningar og frásögspurningar. Mest virtist reyna á staðreyndaþekkingu minna á eigin viðhorf og röksemdafærslu. Hvað er þau sem það til að tala um eigin viðhorf? Já, sko, nú er ég að byrja að afsaka eitt. Þetta er tekið fengið til skýrslunni og ég hef ekki nema að tala við þá sem sáum þennan þá. Ég fannst þetta líka svolítið skrýtin niðurstaða. Og kannski átti ég að sleppa því bara fyrst að þetta er samt þetta svolítið aðeinslega niðurstaða. En ég já. Þetta sem að vera að tala um, það sem að vera að leggja meira áherslu á og þú getur endursagt og frekar að vera að leggja það mörg og fyrir sjálf. Jú, en ég var nú sem eigin viðhorfsku. Já, má ég aðeins bara í kýrsambandi? Það læri einhvern eða... Já, aðeins bara eigin viðhorf. Sko, við til þessi þessu námskeið sem ég sem við erum námskeið í kennslufræði, námskennsta, þá er það náttúrulega gjarnan, bregðast til, láti ljósinn viðhorf, en rökstil, og þá erum við kannski inn í þessu flokki hjá Bloom sem heitir mat, alveg veist. Við getum letið, lagt mat á þetta og rökstil. Sigur, þú spurði eitthvað spurninga, varstu að ég var búin að spá eins og fyrir með Freyju og Reyni. Það var svona sem árum sér, hann stofnaði CCP eftir stjórnsveitur og saman. Já, ég kannski að taka það, hann er meðan stofnund og meðan stjórnenda þannig. Hvort þú ert að segja það, þegar við höfum þetta líkant sem að Freyju var kynnt nokkur áðan, að raunverulega eigi kannski kriterían eða viðmiðin eða launahjálpans að vera fljótandi líka og að nemendurnir eigi nemendur sem ekki falla undir einhver svona skilgreind viðmið að við eigum að hækka. Það er það sem við erum að segja, ekki bara námsmat að þetta viðmiðin sem slíkt. Því ég var auðvitað það sem að Freyja að gera, það getur alveg fallið undir þessi viðmið en það getur svona fyrst sem einstakling með að námsmata einhver leiti að láta að myndi velja þrjútt að koma til sögum próf. Hún getur skilað verkefni sem kannski þessi bækningur sem að gera sem hluti að eitthvað námi. Það er svona svo viðmið sem við sjöfum þá ekkert sem út um þetta að fara. Það sína virðingu í verki hittir bækningur. Þetta er alveg að skoða hann. Þá því að stoppa svo sík með þess að sjálfsmargar þetta komist eitthvað að.